Töluverðar líkur eru taldar á að vopnahlé hefjist á Gaza á sunnudag. Óvissa hefur verið vopnahléssamkomulag sem náðist á miðvikudag. Úrslitafundur ísraelsku ríkisstjórnarinnar málið hófst miðjan dag og stendur enn. Matvælastofnun hefur fengið yfir 20 tilkynningar á dag þar sem af þessum mánuði veika eða dauða fugla. Ali fuglabóndi segir að fuglaflensu smitt á bænum yrði mikið áfall. Með gervigreind nú hægt með margra daga fyrirvara að spá fyrir hvar fiskast mest. Íslenskt gervigreindalíkan notað við loðnuleit þessa dagana. 1000 manns eru á biðlista eftir íbúð hjá nýju húsnæðisfélagi VR. Fyrstu íbúðirnar voru afhentar í dag. Og vinkonurnar í Bobby Socks taka þátt í norsku undankeppninni fyrir Eurovision 40 árum eftir að þær unnu lokakeppnina með laginu Lare Svingne. Gott kvöld. Nær öruggt að vopnahlé hefjist á Gaza á sunnudag. Ríkisstjórn Ísraels fundar samkomulag sem náðist við Hamas á miðvikudag og líkur eru taldar á að það verði samþykkt. Það óhætt að segja að vopnahléð hafi verið langþráð. شعور يعني فرحة إنه الإنسان بده يرجع على مكانه، بده يرجع لحبايبه رغم إنه فقد كثير من حبايبه وفقد من أهله من كل إشي. إنها فرحة صحيح إنها ما بتنوصف. إنه وقف كل إشي في هالدنيا وترجع الحياة طبيعي. Fregnir bárust vopnahlé í fyrradag en óvissa hefur ríkt vopnahléð síðan í gær. Þá átti ríkisstjórn Ísraels að koma saman til að greiða það atkvæði en því var frestað. Ráðherrar sökuðu Hamas samtökin að ætla ekki að standa við ákvæði samningsins, eitthvað sem samtökin þvertóku fyrir. Ríkisstjórnin kom loks saman í dag til að greiða atkvæði tillögurnar. Skiptar skoðanir eru vopnahléssamningin. כאשר כולם יודעים שהמחבלים האלה ישובו לנסות לפגע, ישובו לנסות להרוג. אני חרד פי כמה וכמה. אני קורא לחבריי בליכוד ובציונות הדתית. עדיין לא מאוחר. אנחנו לפני ישיבת ממשלה. אפשר לעצור את העסקה הזאת. תצטרפו אליי. אפשר לעצור את זה. Vopnahlénu yrði skipt í þrennt. Fyrstu 6 vikurnar væri algjört vopnahlé og tugum gísla í haldi Hamas yrði sleppt og palestínskum föngum í Ísrael sömuleiðis. Ísraels her drægi herlið sitt tilbaka frá öllum þéttbýlistöðum á Gaza og mannúðaraðstoð yrði stór aukin. Nú þegar bíða vörubílar með nauðsynjavörur í röðum við landamærin að Gaza. Í öðrum fasa vopnahlésins yrði samkomulag gert varanleg stríðslok og restin af gíslum yrði sleppt í skiptum fyrir palestinska fanga. Þriðji fasinn felur svo í sér endurreist Gaza, en það erfitt að ná fyllilega utan alla þá eyðileggingu sem það ríkir eftir 15 mánaða stríð. Það yrði mikið áfall ef fuglaflensu smitt kæmi upp á bænum, segir Ali fuglabóndi. Miklar smittvarnir eru á fuglabúum. Matvælastofnun fær yfir 20 tilkynningar dauða og veika fugla á dag. Frá 7. janúar hefur MAST fengið 230 tilkynningar dauða eða veika fugla. Þær koma flestar að höfuðborgarsvæðinu, oftast tilkynnt grágæsir og álftir, en einnig hafa borist tilkynningar máva og spörfugla. Fuglainflúensa greindist á kalkunabúi í Ölfusi í síðasta mánuði og miklar smitvarnir eru viðhafðar á alifuglabúum allt land, meðal annars á kjúklingabúinu Vor á Vatnsenda í Flóahreppi. Já, þá stígum við í sótthreinssæti fótabað til þess að drepa ef það væri ykkur óæra niðan á skónum okkar. Já, það alveg nauðsynlegt? Það allavega betra. Já. Nei, mjög líklega það ekki nauðsynlegt, það öruggara. Já, geta að setja smá spritt á okkur ef við höfum snert eitthvað. Einmitt. En nú hafa, þó nokkuð mörg tilfelli af fuglainflúensa greinst á undanförnu. Er þetta eitthvað sem þið hafið áhyggjur af? Já, vissulega. Hefur þetta áhrif á starfsemina? Nei, það hefur ekki haft það, ekki í okkur. Þannig að það engin alveg 100% öruggur, held ég. En hægt að vera 100% öruggur? Það held ég ekki, alveg öruglega ekki. En færi svo að smitt kemur upp hér eða annar staðar að fuglainflúensu, hvað þá gert? Ef það kemur upp í einu húsi þá drepið úr því allavega öllu, en svo myndur örugglega MAST stjórna öllum framkvæmdum í framhaldinu. Hvernig brugðist við? Og myndi þá viðkomandi bú bera allan kostnað af því? Ekki allan held ég. Ég held ekki. En alveg örugglega einhvern. En þetta gæti verið þá gríðarleg skerðing fyrir viðkomandi framleiðanda? Að lenda í svona? Já, það ábyggilega mikið áfall. Það þarf ekki að spyrja því.
Fyrsta verk nýs dómsmálaráðherra verður að fjölga lögreglumönnum 50 á árinu. Boðað verður til aðgerða gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir lögreglu landsins vera ofáliðaða og hafa verið lengi. Hennar fyrsta verk í embætti sé að taka á því. Þannig að fyrstu skrefin sem ég er að stíga þar markmið mitt að fjölga þeim 50 á þessu ári. Ég átti fund með lögregluráði í gær sem félagsskapur eða fundur allra lögreglustjóra landsins þar sem ég greindi þeim frá þessari áætlun minni og svona hvernig ég hyggst vinna þetta í góðu samstarfi við löggæsluna í landinu. En mjög ánægð með að þetta sé svona mitt fyrsta skref inn í þessu ráðuneyti. Með þessu sé gefin út pólitísk yfirlýsing að vilja efla löggæsluna og það verði fjármagnað enda samið það í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Aðspurð hvort til sé þessi fjöldi menntara lögreglumanna segir ráðherra að það hafi verið vandi að menn hafi horfið til annarra starfa eins og gerst það með heilbrigðisstarfsfólk sem sé líka í framlínu í miklu álagsstarfi og reynt verið að laða fyrrverandi lögreglumenn aftur til starfa. Og ég hugsa og ég myndi mér að yfirlýsingar það að það sé ætlunin að efla löggæsluna geri starfsumhverfið enn meira spennandi en síðan verið samhliða farið í það að fjölga í lögreglunáminu þannig að við notum svona þau verkfæri sem við búum yfir. Fjölgunin í lögregluliðinu dreifist allt land. Það fjallað það sérstaklega í stjórnarsáttmálanum að við ætlum að taka á skipulagðri glæpastarfsemi og mansali og ég mun beina kastljósinu þangað. Ég vil fara í aktívar aðgerðir til þess að berjast gegn slíkri starfsemi hér á landi. Gervigreind nú í fyrsta sinn notuð við loðnuleit hjá Hafrannsóknastofnun. Íslenskt sprotafyrirtæki hefur hannað hugbúnað sem spáir fyrir hvar aflan líklegast að finna. Veiðispá ætti í framtíðinni að verða jafn sjálfsögð og veðurspá. Við skrifa á BS ritgerði viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík komst Sveinn Sverrir Jóhannesson að því hve hæg tækniþróun hefur verið í ákvörðun á veiðisvæðum íslenskra skipa. Fiskileitartæki, afladagbækur og upplýsingakerfi fannst honum ekki standast tímans tönn. Með Greenfish þá hefur henni tekið þetta allt saman og búið til líkan sem getur áreiðanlega spá fyrir hvar fiskur 8 dögum áður menn fara út á haf. Með því að sækja safn gagna sjávarútveg, sjólag og veður, marga áratugi aftur í tíman, ásamt gögnum frá gervihnöttum og setja þau í Greenfish gervigreindar-líkan, segir Sveinn þá hafa þróað hugbúnað sem spáir fyrir hvar mestar líkur eru á að finna fisk í sjónum. Líkanið lærir á hverja tegund fyrir sig, hvaða þættir hafa áhrif á tegundina og hún lærir á þetta eins og ég sagði á þessu áratímabili aftur í tíman. Eins og í dag þá erum við að greina þessi gögn þegar við horfum á afladagbækur, umhverfisbreytur. Gervigreindin lærir þetta sjálf og þá lærir hún hvernig fiskurinn myndi hegða sér í framtíð. Sjávarútvegsfyrirtæki hafa þegar prófað þessa tækni. Þannig notaði Ísfélagið Greenfish á síðustu makrílvertíð og Hafrannsóknastofnun með hugbúnaðinn í leitartækjum skipana í yfirstandandi loðnuleit. Veistu hvað þú notaði þetta mikið? Nei, ég veit það ekki nákvæmlega en ég vona að þau séu að nota þetta ansi mikið. Og að þessum bletti ráðleggur Greenfish þeim að leita loðnu. Mesta líkurnar þar sem rauði bletturinn Það allavega bestu skilyrðin fyrir hann að segja líkan þessu bestu skilyrðin fyrir hann að vera hér ef hún til staðar, þar að segja. Ég held að svona kerfi ætti að vera bara staðalbúnaður í öllum skipum, að veiðispá verði eins eðlileg og horfa á veðurspá. Fyrsta skóflustungan af Fossvogsbrú var tekin í dag. Brúin fyrsta stóra framkvæmdin við borgarlínu. Áætlaður kostnaður 8 milljarðar. Framkvæmdir við Fossvogsbrú eru strax hafnar. Bygging brúarinnar hluti af samgöngusáttmálunum og umferð yfir hana verður ætluð borgarlínu, gangandi og hjólandi vegfarendum. Ég held að þetta hafi mjög mikla þýðingu og þetta byrjun á fyrsta framkvæmdin í höfuðborgarsáttmálunum og borgarlínu og þetta gríðarlega stór framkvæmd, stór sáttmáli upp á 311 milljarða á 15 ára tímabili. Samgöngusáttmálin samstarfsverkefni sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Kjarninn í sáttmálanum stórbættar almenningssamgöngur, meðal annars með uppbyggingu borgarlínu. Hún hefur mjög mikla þýðingu. Fyrsta lagi þá flytur hún 10.000 manns á dag þegar hún komin upp og
Það skiptir miklu máli upp á álagið á Hafnarfjarðarveginum og Kringlumýrarbrautinni. Þannig að þetta á að létta á umferðinni fyrir þá sem að aka í bílunum sínum af því að fleiri fara hérna í almenningssamgöngum og hjólandi á milli Kópavogs og Reykjavíkur. Og þetta fyrsti áfanginn sem þið eru að taka skóflustungu hér í dag. Hver eru næstu skref? Næstu skref bara handan Vogsins að klára tengingin frá brúnni og að valsvæðinu. Það að segja Nauthólsvegurinn. Þar eru miklar umferðartafir núna á hverjum degi á háannatíma, mikil umferð í tengslu við Háskólann í Reykjavík. Þannig að það verður held ég mjög jákvætt að fá sérakrein þar fyrir strætó sem að strætó getur nýtt strax þó að borgarlínan kom ekki fyrir 2031. Fyrsti áfanginn, landfylling og sjóvarnir tengdar byggingu brúarinnar kosta 1,1 milljarð. Fullkláruð mun bygging brúarinnar kosta 8,2 milljarða. Áætlað að taka brúna í notkun 2028. Þetta var gríðarlega mikilvægt af því að á endanum snýst þetta það að það sé einfalt og þægilegt að búa á höfuðborgarsvæðinu. Heilbrigðisráðherra segir kostnað ekki mega hindra það að konur í áhættuhópi fari í brjóstaskimun. Sé konum mismunað verði að skoða það. Fólk með svokallað BRCA-gen sem eykur líkur á brjóstakrabbamein ósátt við að fá brjóstaskimun ekki niðurgreidda eins og þeir sem einkennislausir eru. Komugjald fyrir hefðbundna brjóstaskimun var lækkað í október úr 6.000 krónum í 500. Niðurgreiðslan ekki til þeirra sem í áhættuhópi fyrir brjóstakrabbameini. Formaður BRCA-samtakana segir þetta mismunun. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segist gera ráð fyrir að ákvörðun þetta fyrirkomulag byggist á því að skimun áhættuhópa falli ekki undir það sem kalla sig líðgrunduð skimun. Það einkennislausar konur sem ekki teljist í áhættu. Skimun kvenna með BRCA-genið falli undir eftirlit. Og þær konur eiga að njóta verndar fyrir háum kostnaði úr almenna greiðsluþátttökukerfinu. En það svo að þær séu að búi sömu kjör og aðrar? Já, eins og ég segi, þetta ekki þáttur af líkgrundari skimun en ég skil auðvitað óánægjuna með þetta. Alma segir mismunun á gjaldi líka skýrast af ólíkum aðferðum. Konur í áhættuhópi fari segulómskoðun í stað röntgenmyndatökum sem séu dýrari og einnig kalli eftirlitið á aðkomu fleira heilbrigðisstarfsfólks. En ef að greiðsluþátttaka þannig að það kannski hindrar konur í að nýta sér þetta eftirlit, þá að sjálfsögðu þarf að skoða það og auðvitað hef ég bæði samúð og skilning á því að þessi hópur vilji að málið sé skoðað. Þessi hópur kvenna sé forgangshópur. Þegar hún spurð hvort stefnt sé að því að samræma þannig að báðir hópar sitji við sama borð, hvað kostnað varðar, segir hún. Já, auðvitað það þetta almenna greiðsluþátttökukerfi sem á að grípa þær, en eins og ég segi, ef að þarna mismunun þá auðvitað verður að skoða það. Þátttaka kvenna í brjóstaskimunu var 56% hér á landi á síðasta ári að sögn framkvæmdastjóra Krabbameinsfélagsins. Fyrirkomulag tímapantana skipti þar miklu máli og verið sé að bregðast við því. Til að þetta kerfi, líðgrundu skimun, skili tilætluðum árangri, þá þarf þáttaka að vera hærri. Hún þarf að vera 70–75%. Það mikill léttir að komast í öruggt húsnæði, segir kona sem senn flytur í íbúð húsnæðisfélags VFR. Formaður félagsins segir munin á leigunni þar og á frjálsum markaði jafngilda allt að 200.000 króna launahækkun. Fyrstu íbúðir húsnæðisfélags VFR sem heitir Blær voru afhentar í dag. Þar í Úlfarsárdal og í þessum fyrsta áfanga þar alls 36 og verða afhentar í þessum og næsta mánuði. Það húsnæðiskrísa á Íslandi og það verða allir að leggjast á árarnar. En það hlutverk verkalýðsfélaga að sjá til þess? Það hlutverk verkalýðsfélaga meðan engin annar gerir það. Fólk sem á leigumarkaði á ofta hættu að missa húsnæðið sitt. Ég hef verið að starfa með einni konu sem hefur búið á Íslandi í 5 ár, aldrei haldið jól á sama stað. Ekki af því hún vill ekki halda jól á sama stað, heldur af því hún missir húsnæðið. Halla segir mikla eftirspurn ver eftir íbúðunum og biðlistinn sé langur. Þetta svona nær 1000. Að sögn Höllu koma 30% af kostnaði við framkvæmdirnar af eigin fé VFR. Afgangurinn kemur einnig frá félaginu en mun í framtíðinni fást að láni frá lánastofnun. Hún segir félagið óhagnaðardrifið og að leiga verði undir markasverði. Það getur jafngilt launahækkun upp á hátt í 200.000 krónur. Eru það að borga með þessu? Við erum ekki að borga með þessu, nei.
sanngjarnt að nota fé félagsins á þennan hátt sem nýtist aðeins hluta félagsmanna? VR er ekki að tapa á þessum framkvæmdum, þvert á móti. Við lánum fé með ákveðnum vöxtum sem að skila okkur því sem að við þurfum. Ég er að koma á almennilegu markaði, þannig að ég er búin að vera þar í 4 ár og einstæð þar með 2 unglinga, þannig að það er búin að vera mjög erfið byrði að vera í hækkun bæði árlega og bara mánaðarlega. Þannig að þetta er mikill léttir að koma í öruggt húsnæði. Þú segir öruggt húsnæði en er mikill munur á leiguverðinu? Það er mikill munur, það er yfir 100.000 krónur á mánuði, þannig að það munar svo sannarlega. Hvenær flytur þú svo inn? Málaðum helgina vonandi bara gista á sunnudag. Það eru draumórar en já, sem allra fyrst. Geimskot fyrirtækisins SpaceX sem er í eigu auðkýfingsins Elon Musk gekk bæði vel og illa. Geimflauginni Starship var skotið á loft frá Texas í gær en eftir nokkura mínútna flug sprakk hún í loft upp. Íbúar Turks og Caicos eyja á Karibahafi sáu flaugina splundrast á næturhimninum og festu það á filmu. Aftur á móti tókst vísindamönnum að endurheimta dýrmætan hluta flaugarinnar með mikilli nákvæmni. Aðeins nokkrum klukkustundum áður skaut annað fyrirtæki, Blue Origin, sem er í eigu auðkýfingsins Jeff Bezos, geimflauginni New Glenn á sporbaugum jörðu í fyrsta sinn. Samkeppni þeirra Musks og Bezos í geimferðabransanum er þar með hafin af alvöru. Og norski dúettinn Bobbysocks sem sigraði Eurovision fyrir 40 árum er með lag í norsku undankeppninni í ár. En þetta er ekki eina hljómsveitin sem hyggur á endurkomu. Eru í alvörunni 40 ár síðan, hugsa eflaust margir. Já, það eru 40 ár síðan þær Hanne Krogh og Elisabeth Andreasen unnu Eurovision með smellinum Lade Svinge. Þetta var fyrsti sigur Noregs í keppninni. Dúettinn hætti störfum 3 árum síðar en nú eru þær komnar aftur og ætla að reyna að komast aftur í lokakeppnina með laginu Joyful sem þær sömdu sjálfar. Jag tänkte när jag skrev låten att folk ska känna igen Bobbysocks. Det ska inte bli skuffet. Det ska vara fest, morro, glädje. Eiríkur Hauksson keppti með IC-tríóinu í frumraun Íslands ári eftir sigur Bobbysocks og hann þekkir þær persónulega. Þetta eru þessar stelpur þær hafa lýst í báðar þannig að þær eru eins og systur. Það rífast eins og hundur og köttur en elska hver aðra. En Eiríkur er líka góður vinur strákana í Vigvam sem kepptu fyrir Noreg 2005 og freista gæfunar aftur í ár. Það er 20 ár síðan að þeir voru með lag sem endaði í 9. sæti. Come on, come on, come on! Þetta eru þau 2 atriði sem má segja nokkurn veginn einblínt á. Eiríkur segist ekki vita hvora vini sína hann á að styðja, en ef það eru 40 ár frá þáttöku Bobbysocks, þá þýðir það að á næsta ári verða 40 ár frá frumraun Íslands, þegar við sendum sveitina Æsi út til Bergen með Gleðibankann. Og er þá ekki örugt að sveitin haldi upp á það með þáttöku í keppninni hér heima á næsta ári? Það þykir mér afar ólíklegt. Þá þyrfti Egill Eðvarðs að koma til skjalana og hóa saman hópnum. Ég held að hann sé svo eini sem gæti sameinað okkur aftur. Og það er aldrei að vita. En í kvöld kemur ljós hverjir taka þátt í söngvakeppninni hér heima þetta árið. Við heyrum brot úr lögunum í kynningaþætti strax á eftir íþróttum og veðri. Og það stendur mikið til í Borgarleikhúsinu í kvöld þar sem Ungfrú Ísland stígur á svið. Þetta er þó ekki fegurðarsamkeppnin, heldur leikrit byggt á samnefndri bók Auðar Övu Ólafsdóttur. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, er í Borgarleikhúsinu. Alexander, það er væntanlega spenna í loftinu eins og alltaf á frumsýningarkvöldi? Jú, sveimir þá Heiðar að það er ekki bara dálítil spenna hérna í loftinu, en ekki nema hálftími í sýninguna. Við erum hérna við hliðarsvið stóra sviðsins og hér er allt að verða klárt fyrir stóru stundina og hérna hjá mér er Greta Kristín Ómarsdóttir leikstjóri. Já, Greta, hverju er von á í kvöld? Hér er magnað sjónarspil og mikill húmor, stóra tilfinningar, Reykjavík 1963 og saga Auðar Övu lifnar við. Þetta er náttúrulega bók sem vakti mikla athygli og fekk mikið lof. Hvernig er að setja þetta á svið? Það er mikil áskorun en þetta er eins og þýðingaverkefni að þýða úr einu tungumáli í annað og nú erum við tilbúin.
Takk fyrir þetta. Hjörtur, þú leikur hann Starkað. Já, hvernig persóna Starkaður? Já, Starkaður Pétursson, hann skáld og bókavörður hálfan daginn. Hann eitt af þessum rómuðu mokkaskáldum nema hann glímir við það vandamál að hann eiginlega með króníska reitstíflu, þannig að hann kemur ekki miklu niður á blað en hefur rosalega mikla löngun til að auka við fegurð heimsins. Það bara spurning hvort hann hafi til þess getuna. Svona típiskur karakter fyrir þennan tíma. Ég held að verkið, ég held að allar persónur verksins eigi það sameiginlegt að vera svolítið ótípiskar akkurat fyrir sinn tíma og eigi svolítið erfitt með að passa inn í það umhverfi sem til staðar. Það passar enginn inn í svona stöðluðu myndina og það snýst að mörguleiti það að fólk að reyna að finna sér sitt pláss og vettvang fyrir að láta sína eigin drauma rætast. Þetta spennandi. Ég ætla að hleypa ykkur hérna upp á svið. Við kveðum hérna úr Borgarleikhúsinu. Takk fyrir það, Alexander. Þá ætlum við að líta til veðurs. Nú eru breytingar í vændum en það gengur í hvassa norðaustlæga átt með snjókomu í kvöld. Fyrst sunnan og austanlands en í nótt og fyrramálið gengur hríðarveðrið yfir norðanvert landið einnig. Á morgun má nokkuð víða búast við vindi og ofankomu á landinu og erfiðum akstursskilyrðum og gul viðvörun tekur gildi í öllum landshlutum næsta sólarhring. Hins vegar ekki útlit fyrir óveður á höfuðborgarsvæðinu. Eftir hádegi skánar veður austan til en þá verður versta veðrið á norðvestanverðu landinu. Ferðalöngum ráðlagt að kanna aðstæður á vegum hjá Vegagerðinni. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum og það hann Óðinn Svan Óðinsson sem færir okkur þær í kvöld. Þrátt fyrir 13 marka sigur gegn Grænhöfðaeyjum á heimsmeistaramótinu í handbolta í gærkvöldi eru leikmenn Íslands sannfærðir að þeir geti gert betur. Framundan leikur gegn Kúbu annað kvöld. Kvennalið Vals í handbolta leikur á morgun gegn spænska liðinu Malaga í EHF bikarnum í handbolta. Sæti í 8 liða úrslitum keppninnar bíður Valskvenna sigriðarleikinn. Og heimsmeistaramótið í handbolta hélt áfram að rúlla í dag með nokkrum áhugaverðum leikjum. Íþróttir hér rétt handa við hornið. Og þá það sem var helst í fréttum. Töluverðar líkur eru taldar á að vopnahlé hefjist á Gaza á sunnudag. Óvissa hefur verið vopnahléssamkomulag sem náðist á miðvikudag. Úrslitafundur ísraelsku ríkisstjórnarinnar málið hófst miðjan dag og stendur enn. Matvælastofnun hefur fengið yfir 20 tilkynningar á dag þar sem af þessum mánuði veika eða dauða fugla. Ali fuglabóndi segir að fuglaflensusmit á bænum yrði mikið áfall. Með gervigreind nú hægt með margra daga fyrirvara að spá fyrir hvar fiskast mest. Íslenskt gervigreindarlíkan notað við loðnuleit þessa dagana. 1000 manns á biðlista eftir íbúð hjá nýju húsnæðisfélagi VR. Fyrstu íbúðirnar voru afhentar í dag. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á RÚV.is má nálgast alla nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið. Verið sæl og góða helgi.